Silja Bára Ómarsdóttir og bregst við umræðinu sem hér hefur verið. Gjör svo vel, Silja Bára. Já, formaður, kæru félagar og gestir. Ég ætla að reyna nú að fara frekar fljótt í gegnum þetta. Við erum búin að ræða flest þessi atriði nokkrum sinnum áður þó að þetta komi upp öndverð sjónarmið þegar að einhverjir snúi við. Þetta með undirstöðurnar, þá höfum við nokkur sinnum í A-nefndinni fengið að heyra að hlutir sem við setjum þarna inn eigi ekki beint heima í mannréttindakafla og við vorum núna svona að reyna að bregðast við því þó við höfum unnið með okkar viðfangsefni sem eina heild hingað til að taka þó út til dæmis fjölmiðlana og kirkjuákvæðið. Þannig að það eru jú ekki mannréttindi að hafa kirkjuskipan í landinu. Að sama hætti þá má segja að það séu réttindi blaðamanna séu mannréttindi en það er líka þessi skylda til þess að stuðla að opinni umræðu og gera fjölmiðlum kleift að starfa sem að hefur með fjölmiðlana að gera en ekki mannréttindin. En þetta er eins og önnur mál sem hafa komið hér upp bæði hjá okkur og öðrum að þegar að breytt að þá heyrast gagnrýnisraddirnar sem ekki tóku til máls, ekki létu í sér heyra þegar að fyrri útgáfa var í gangi. Þannig að þetta er greinilega eitthvað sem við þurfum að skoða í frumvarpsfasanum hvernig við ætlum að taka á. Þannig að já, síðan er þetta með réttin til lífs. Við höfum rætt þetta fram og tilbaka og mér fannst Kata taka vel á þessu í sínu innleggi. Við erum að reyna að viðhalda núverandi ástandi frekar en að breyta því. Þannig að við reynum að setja þessu afstöðu fram hér á þennan hátt. Í 7. greinina með bann við lokun á netinu, eða þess að allir eigi aðgang að netinu, þá er þetta einmitt hugmynd að bann við lokun, að þetta sé, við eigum ekki að búa við ritskoðun á þessu sviði. Ég er búin að fá breytingatillögu frá Gísla Tryggvasyni, hún er svo hljóðandi þannig að þessi málsgrein myndi vera: stjórnvöld skuli tryggja aðstæður til opinnar og upplýstrar umræðu. Óheimilt er að skerða aðgang að netinu og upplýsingatækni nema með úrlausn dómara samkvæmt lögum ef nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi. Þannig eru allir þeir fyrirverar sem maður geti látið sér detta í hug. Ómar hafði notað orðalagið samskipta og upplýsingatækni og ég veit að fólki finnst orðið net sumum óljóst og sumum ljótt. En ég tek nú undir sem að Vili sagði að netið er eitt og vefurinn er annað og við erum kannski mörg en þá að blanda saman. En þetta er tæknin, flutningurinn á gögnunum sem að er það sem ekki má loka á. Það er samskipta og upplýsingatækni gæti dekka þetta og þá væri við komið góða lendingu. En við höldum þessu vonandi til haga inn í næsta fasa. Íris Lind spurði líka 8. greinina. Ég held að Kata hafi svarað henni ágætlega með að þetta er ekki hugmyndir lagabreitingar heldur ákvarðanir tiltekin gögn og Kata brást líka við hugmyndinu vopnleysið sem að ég svona ég skil alveg hvað fólk er að hugsa með þessu og ég myndi nú vilja tiltaka að Ísland væri herlaust og þá væri vopnleysi voðalega fallegt líka inni en þetta með að við erum með skotveiðifélög og er það ekki vopn og hvað eru vopn hvernig á að skilgreina það. Okkur fannst þetta loðið og óljóst orðalag þannig að þetta var svona okkar lending en ég hvet það fólk til þess að koma með breytingatillögur í næstu umferð. Afsakið. Nú, þriðjumannsréttindin hafa fengið svolítið umræðu, þetta er auðvitað svolítið nýtt. Andrés talaði alla þá aðila og fyrirtæki og alls konar aðila sem að reyna að hafa áhrif á okkur. En það er kannski munur á mannréttindabróti og tilraun til þess að hafa áhrif á hugmyndum hans. Það sem að þetta ákvæði reynir að gera er að vernda okkur einmitt fyrir ágangi eða ofríki, ekki bara ríkisins, heldur þriðju aðila. Vili nefndi, mér Kata taka mjög vel á þessu, Vili nefndi þetta líka eftir það að þetta væri svona hringrás í þessu, að ríkið þetta vernda okkur fyrir ágangi ríkisins eða ofríki ríkisins. En það er nákvæmlega punkturinn og mannréttindi hafa alltaf snúist vernd gegn ríkinu. Og viðbótin hér eru þriðju aðilarnir, annara, að það er ekki bara ríkið núna sem að
við erum að segja að geti mögulega brotið mannréttindi. Þetta þróun sem í gangi, það farið að veita fólki hæli á grundvelli þess að því sé ekki óhætt í heimalandi þó það sé ekki ríkið sem að brjóta mannréttindi þess. Þannig að þetta þróun sem að ég held að þetta ákvæði myndi styrkja við og við myndum sjá að það eru bæði fyrirtæki og lögaðilar og einstaklingar sem að geta brotið á okkur réttindi okkar og þá ríkinu skylt að grípa inn í rétt eins og því skylt að vernda réttindi okkar gagnvart sjálfu sér. Á hverjum tíma, ég get nú alveg tekið undir, þetta ekki sérstaklega fallegt orðalag en þetta aftur eins og Kata sagði, þá þetta hugmyndin það að mannréttindi eru breytileg, það ekki sömu hlutirnir í dag sem að við höfum áhyggjur af eins og við höfðum fyrir 40, 50, 60 árum. Þannig að það svona verið að reyna að halda því vakandi að þetta geti breyst og þurfi að breytast. Barnaákvæðið, það eins og ég segi, það tók svolítið breytingum gekk aðeins tilbaka eftir að við fengum athugasemdir frá sérfræðingi á þessu sviði. Eintalan jú vegna þess að það gjarnan, það verið að tala það þegar börn eru aðilar að málum, að þegar börn eiga rétt á að tjá sig, forsjármál eru náttúrulega gott einfalt dæmi það að taka tillit til skoðana barns. Náttúruna, þá ætla ég að taka undir með sessunautum mínum vinstri hönd, Ómari og Katrínu, að ég sakna friðhelgi náttúrunnar sjálf, það mér eftirsjá af því orðalagi. Það hefur ekki reynst okkur erfitt að tryggja eignarréttinn með þessu ákvæði, með þessu orðalagi, en við erum að reyna að koma til móts við öndveð sjónarmið og ég tek undir með Arnfríði að lesa fyrstu málsgreinina í heild sinni en ekki bara fyrsta málsliðin náttúruna sem undirstöðu lífs í landinu og til að þannig sé ekki erfitt að nota þetta ákvæði. Það svolítið rætt dýptina líka, þetta ákvæði sem að koma seint inn og þá kannski aðeins að melta. Þorkell hafði áhyggjur af því að þetta var eitthvað sem við værum orðin of sein að grípa inn í. En hér erum við sem sagt, að setja inn heimild til þess að takmarka einkaeignar rétt í iðrum jarðar, en við erum ekki að setja skyldu, það ekki allar auðlindir á dýpt sem að verða að þjóðareigu þó að þetta ákvæði fari í gegn. En Alþingi gæti ákveðið að setja lög til dæmis grunnvatn og gera grunnvatnið undir ákveðnu dýpi að þjóðareigu eða þjóðareign og þá þarf þingið auðvitað að meta skaðabótaskyldu og láta meta hana og önnur tengd áhrif og taka þó tillit til eignarrétta þeirra sem að hafa áður haft umráði yfir þessum auðlindum. Þannig að við erum svona kannski að hugsa að löggjafanum ætti að vera treystandi fyrir slíku ákvæði og það þá kannski myndi rýma við nýtt eignarréttar ákvæði sem að ætti ekki að ganga gegn almannahag. Þá með 30. grein mannréttindasamninga eða áhrif alþjóða samninga þá vil ég bara ítreka að þetta mikil breyting frá greininni eins og við settum hana fram í upphafi. Þá fórum við eftir tillögum stjórnlaganefndar sem að við fengum síðan ábendingar frá ýmsum fulltrúum að hefðu kannski gengið of langt og verið skapað einhverja réttaróvissu. Þannig að við erum búin að draga töluvert í land og þarna erum við til dæmis með fyrirmynd sem ég nú ekkert mikið nefnt en í þýsku stjórnarskráni þá talað að almennar reglur þjóðaréttar, 25. grein þýsku stjórnarskrárinnar séu óaðskiljanlegur hluti alríkislagana í Þýskalandi og þar virðist það vera sjálfkrafa og ekki bara á þessu þrönga sviði sem við erum að nefna mannréttindi og umhverfi. En við erum svona meira að benda á norsku leiðina sem fyrirmynd að þarna megi taka ákveðna sáttmála og hífa þá upp á æðra svið þannig að þessi lex superior leið verði til. Öðru leyti þakka ég bara fyrir góðar athugasemdir, góðar undirtektir við ýmsar breytingar sem við erum að setja fram, nefna sérstaklega 14. greinina og málamiðlanir sem við höfum verið að setja fram í náttúru, umhverfi og kirkjumálum og enn og aftur þakka nefndinni fyrir frábært samstarf og ykkur öllum fyrir góð innlegg.
Þær tillögur, það minn skilningur og að þær tillögur sem að hafa eða berast breytingatillögur eftir þetta stig, þær fara inn í frumvarpsfasann og verður tekin afstaða til þeirra þar, ekki inn í nefndinni, þó að við í nefndinni munum auðvitað halda áfram að skipta okkur svolítið af hvernig þessar greinar þróast. Ég þakka fyrir.